Það var leið 2-2 í Víkinni, svona, hvernig metur þetta stig? Bara fá rauðaspjaldið og lenda 2-1 undir þar. Það er bara, ef maður ánægður með stigið sko, maður tekur öll stigið núna. Þetta er alveg titilbarátta í gangi í deildinni og bara mikilvægt stig eftir hvernig þetta fór hann í byrjun seinni hálfleik sko. En fyrir það, þá leið manni bara helvítið vel sko. Maður vildi vera yfir í fyrri hálfleik, maður sé betri þar. Þannig að bara sáttur og ekki sáttur þannig séð. Þú kemur inn á þetta rauðaspjald, fannst þetta rétti dómur? Það er auðvitað að segja sko. Nei, eiginlega ekki, út af mér fannst, þetta var brot, en mér finnst þeir samt vera fyrir bak við Viktor og það er mjög rófum, þannig að mér finnst hann ekki vera aftur sem maður og ekki reyna upplifið marktækifæri því að það eru tveir á bak við, þannig að nei, ekki rautt, en svona er þetta bara, þetta var bara rautt og dómurinn dæmdi það, þannig að já, bara áfram gaf. Síðan jafnið metinn og bara reynilega sækið til sigurs, ekki satt? Jú, bara, manni leiði ekkert eðlilega vel, auðvitað var þetta smá svona, byrjaði ekki alveg vel eftir rauðaspjaldi, maður var að koma svona í takt þegar við fórum í 5-3-1 hana. En svo bara eftir nokkra mínúta komum þetta í gang og við vorum bara heldur nálægt því að stela sigurunum í lokin. Svona eftir að litið ánægði bara með punktinn? Já, eins og sagði, bara eftir hvernig þetta fór í byrjun seinna árs að fá rauðaspjald og lenda 2-1 undir snemma hana, þá bara er ég sáttur en eins og ég sagði líka, þá er ég ekki sáttur því mér fannst þið betri án að rauðaspjaldi kom. Hvernig svona metru, eins og þú segir, þess að toppbaráttu, þetta eru fjölið í hörkubaráttu? Djöfull er þetta skemmtilegt maður, svona á þetta bara að vera. Núna þurfum við bara að hugsa okkur, recovera núna og bara vera tilbúinir í næsta leik. Bara allir leikir eru bara skipta jafn miklu máli og við þurfum bara að ná sigur í öllum restina af leikinum á tímabilinu. Þetta er bara svoleiðis núna deildin. Núna kemur svona, búið að vera álag á okkur Blikum, nú kemur kannski svolítið kærkomin landsleikja pása, ekki satt? Jú, þetta verður auðvitað bara næst að fá smá hvíld og recovera vel og aðeins hægt að hugsa fótbolta. Það er alltaf gott fyrir okkur fótboltaleikmenn að hugsa eitthvað annað en fótbolta. En maður fer bara núna í frí ánægður og svo kemur við tilbaka bara vel ferskur og tilbúinn í restina af tímabilinu. Takk hjá Lafari. Takk fyrir.